Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum orðum og ég kalla þau stórbrotin og einstakur atburður. Það hefur sjálfsagt ekkert farið fram hjá ykkur þegar almyrkvinn átti sér stað og þetta fór ekki heldur fram hjá mér nema það að ég var svo að horfa á alls konar svona vídeoklipsur sem að fólk var að setja inn eftir á sem að hafi verið þarna vestar, eða semst fyrir vestan. Og ég var að horfa á eina klipsi sem stýrir svona myndavélina endalaust á sólina og tunglið og svo heyrist vá, stórkostlegt og þetta er bara þvílík svona orð sem að komið þarna fram. Og ég horfði á þetta og ég sagði þetta er yndislegt að horfa á þetta. En atburðir sem beðið eftir með mikilli eftirvæntingu og tilhlökkun ætti nefnilega ekki að vera sólmyrkvi, vinir. Því að tunglið og sólin er sköpun Guðs og við ættum ekki að tilbiðja sköpun Guðs, heldur eigum við að tilbiðja skapara. Það eiga eftir að vera fleiri sólmyrkvar víða heim á komandi árum, en það mun aðeins verða einn stórbrotin atburður sem aldrei mun verða nokkuð tíman aftur og það er endurkoma Drottins. Hann mun koma aftur til að sækja sitt fólk. Ég ætla að gefa Jesús sjálfum orðið þegar hann segir eftirfarandi. Það er í Mattheusi 24. kaplanum og frá versi 23 til 31. Og ég ætla að byrja hérna á 23. versinu þar sem hann segir: Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá, hann er í leynum, þá trúið við ekki. Því að eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mannssonarins. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og kraftar himnanna bifast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynnkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 84 heimskauta á milli. Þetta er atburður sem allur ætti að vera undirbúa sig til að sjá og upplifa, en ekki bara upplifa, heldur vera þáttakendur þegar þeir sem hafa lagt allt sitt traust á Drottin verða hrifnir upp í skýin til fundar við Drottin okkar á frelsara. Eins og segir í fyrra Þessalóningubréfinu 4. kaplanum og versið 13 til 18, ég ætla að lesa það líka. Og þar segir Páll: Ekki viljum vér bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúum því að Jesús er dáinn og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það er orð Drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki vera fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básínu Guðs
og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjun til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppbörfið því hver annar með þessum orðum, segir Páll. Uppbörfum hvort annar með þessum orðum. Yfir þessum orðum eigum við að segja, vá, stórkostlegt, amen. Því að við vitum í hjarta okkar að þetta er sannleikur. Jesús er nefnilega sannleikurinn. Og hann hefur sagt okkur þetta fyrir vegna þess að hann elskar okkur og biður okkur að undirbúa hjarta okkar svo við megum eiga hlutdeild í endurkomu sinni. Megir þú beina sjónum þínum og Jesú sem aldrei fyrr, því að það styttist í þennan stórkostlega atburð. Uppörfum hvort annað og minnum hvort annað á að drottin okkar og frelsari mun koma í skýjum himins dag einn. Og þennan Jesú munum við sjá með berum augum. Það munu allir fá að sjá hann. En það er ekki allir sem verði af glaðir. Það er ekki allir sem segja, vá, stórkostlegt. Nei, það verða margir sem fara í felur. Þeir geta ekki hugsa sér að sjá birtuna af drottni okkar. Við munum heyra rödd hans og við munum beygja kné okkar og játa hann sem drottin. Sá sem við höfum lesið beðið til, sagt öðrum frá, sá sem hjarta okkar hefur þráð, þessi dagur mun brátt renna upp og þá munum við sjá frelsara okkar augliti til auglitis. Guð hefur lofað þessi orði sínu og hann er trúr. Á þessu augnabliki mun öll barátta sem við höfum háð í þessu lífi vera biðinnar virði. Allt saman. Það er ekkert í samanburði við þessa sýn þegar drottin okkar kemur í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Þetta verður atburði, vinir, sem við getum verið sammála að ekkert okkar vill missa af þegar við fáum að sjá ásjónu í Jesú, frelsara okkar. Amen.